Til máls tekur háttvirtur 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson. Virðulegi forseti. Ástæða þess að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins leggur fram vantrauststillögu á ríkisstjórnina er að hún skynjar ekki ákall þjóðarinnar hvað eru brýnustu verkefni stjórnvalda á þessum erfiðu tímum. En þau eru að leysa skuldavanda heimilanna og fyrirtækjanna, jafnframt að snúa sér að atvinnuuppbyggingu til þess að fólk geti séð sér og sínu farborða, sem myndi gefa heimilunum von inn í framtíðina. Atvinnuleysið er mesta böl þessara þjóðar í dag. Afleiðing þess er að margir eru að flytja úr landi og geta þar af leiðandi ekki tekið þátt í uppbyggingunni. Í öllum þessum verkefnum hefur ríkisstjórninni mistekist. Og þess vegna er ríkisstjórnin rúin öllu trausti hjá þjóðinni. Hún hefur algjörlega brugðist þeim væntingum sem til hennar voru gerðar í síðustu kosningum. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar hafa æ síðan þá snúist í hringi eins og villiráfandi sauðir og nýtt alla krafta sína í að berjast innbyrðis og notað hótanir til að snúa niður þá þingmenn sem vildu standa við þau kosningaloforð sem þeir gáfu kjósendum sínum í síðustu kosningum. Og ber þar helst að nefna hvernig staðið var að umsókninni um Evrópusambandið. Þar sem Samfylkingin setti Vinstri grænum þá afarkosti ef þeir myndu ekki brjóta helsta kosningaloforð sitt sem skilaði þeim miklu fylgi í kosningunum 2009. Þingflokkur Vinstri grænna skyldi skila nægjanlegum atkvæðum til að tryggja umsókn aðild að Evrópusambandinu yrði samþykkt. Ef ekki, myndi fyrsta tæra ríkisstjórnin í sögu lýðveldisins ekki verða mynduð. Það er mér hulin ráðgáta hvers vegna forystumenn Vinstri grænna gengu að þessum óraunhæfu og ósanngjarnu afarkostum og sviku kjósendur sína. Þeir þingmenn, háttvirtir og hæstvirtir ráðherrar, sem mest hafa kvartað yfir því að framkvæmdarvaldið sé komið langt út fyrir það sem var samþykkt í þingsályktunartillögunni aðild að Evrópusambandinu og í raun og veru sé hafið aðlögunarferli að Evrópusambandinu, geta í raun ekki annað en greitt þessari vantrauststillögu atkvæði sitt. Að öðrum kosti er aðlögun ríkisstjórnarinnar að Evrópusambandinu klárlega í þeirra umboði. Virðulegi forseti, það er þyngra en tárum taki hvernig sjávarútvegsmálin hafa verið sett í fullkomið uppnám. Vegferð ríkisstjórnarinnar byrjaði ágætlega og gaf væntingar að reynt yrði að vinna faglega og með það að markmiði að ná sáttum þennan mikilvæga og viðkvæma málaflokk. Nefnd þingflokka og hagsmunaaðila sat yfir verkefninu og skilaði nær samhljóða niðurstöðu fyrir meira en hálfu ári. Þarna átti ríkisstjórnin kjörið tækifæri til þess að setja fram tillögur sem hefðu notið almenns stuðnings og stuðlað að sátt, rétt eins og forystumenn nefndarinnar, þingmenn stjórnarflokkanna, háttvirtir þingmenn Guðbjartur Hannesson og háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason sögðu í lok vinnu nefndarinnar. Þetta var þó ekki gert. Þess í stað er málið orðið að eins konar hráskinnaleik á milli stjórnarflokkanna og innan þeirra. Áfram er þessi mikilvæga atvinnugrein okkar í fullkomnu uppnámi og getur hvergi sér hreyft. Það segir sína sögu að hæstvirtur forsætisráðherra hefur mánuðum saman neitað að hitta máli fulltrúa sjávarútvegsins. Er það orðið bann að hæstvirtur forsætisráðherra tali við fulltrúa undirstöðu atvinnugreina þjóðarinnar? Þetta lýsir ekki bara skilningsleysi, þetta vitnar neikvætt viðhorf forystumanna hæstvirtrar ríkisstjórnar og fullkomið áhugaleysi á málaflokki sem okkur varðar svo miklu. Þetta er þeim mun alvarlegra í ljósi þess að sjávarútvegurinn hefði getað staðið fyrir milljarða fjárfestingum í atvinnuskapandi verkefnum sem leið hefðu horft til mikilla framfara í greininni. Þeir sem gjalda fyrir þessu óvissu eru fyrst og fremst sjávarbyggðirnar og íbúa þeirra sem hafa orðið af stórkostlegum tækifærum og ekki síst einyrkjar
og hinar minni útgerðir í landinu. Einmitt þeir aðilar sem talsmenn ríkisstjórnarinnar hafa talað að eigi að njóta breytingana á fiskveiðistjórnarkerfinu. Atvinnugreinar sem þjónusta sjávarútveginn og starfa út allt land hafa misst af stórkostlegum tækifærum og tekjuauka sem hefðu orðið til staðar ef sjávarútvegurinn hefði búið við öruggt rekstrarumhverfi og verið laus við óvissuna. Við þekkjum dæmin. Í slippana koma tæplega nokkur íslensk skip. Hátæknifyrirtæki sem þjónusta sjávarútveginn verða að sækja sér verkefni til útlanda. Þau sem á annað borð eiga þess kost. Viðskipti við íslenska sjávarútveg ekki að ræða. Fyrir vikið eru ýmis þessara fyrirtækja verkefnalaus eða verkefnalítil. Það engin vafi á því að þau gætu stóraukið umsvif sín ef sjávarútvegurinn hefði fengið starfsfrið. Og þetta gerist vegna afleiðinga stefnumótunar ríkisstjórnarinnar sem á hátíðastundum talar að efla nýsköpun, sprotastarfsemi og tækniþjónustu. Á sama tíma keppast nágrannaþjóðir okkar og keppinautar á erlendu fiskmörkuðum við að styðja sinn sjávarútveg og skapa honum samkeppnisforskot. Þetta verður ekki svo auðveldlega unnið upp. Tjónið af þessum verkum eða verkleysi ríkisstjórnarinnar verður þess vegna varanlegt og getur birst okkur í verri stöðu okkar sjávarútvegs og þar með lífskjörum í landinu. Kjarni málsins þessi. Okkur mun ekki takast að komast upp úr kreppunni sem þjóðfélag okkar í nema að sjávarútvegurinn fái starfsvið og geti notað afl sitt til þess að fjárfesta. Eða dettur einhverjum í hug að án aðkomu íslensks sjávarútvegs verði hér einhver viðreisn í efnahagslífinu. Sú niðurstaða sem fékkst í sáttanefndinni fól í sér miklar breytingar á starfsumhverfi sjávarútvegsins og var svar við mörgum af þeim aðfærsluefnum sem menn hafa sett fram í gegnum tíðina varðandi sjávarútvegskerfið. Og í raun má segja að það hefur verið söguleg sátt sem útvegsmenn stærri og smærri skipa voru tilbúnir að standa að sem og fulltrúar sveitarstjórnarmanna og nær allra stjórnmálaflokka hér á Alþingi. Þessu tækifæri nú ríkisstjórnin að glutra niður. Það ótrúlegt og sýnir óheilindi og óvild einstakra þingmanna gegn sjávarútveginum í landinu og lofar ekki góðu að það sé nokkur raunverulegur vilji til þess að eiga samráð mikilvæg mál. Tillögu nefndarinnar fór í sér tillögu að ákvæði eignarhald þjóðarinnar að auðlindinni yrði sett í stjórnarskrá. Útgerðum væri gert að leigja aðganginn að nýtingu auðlindarinnar og greiða fyrir það sanngjarnt gjald til eiganda auðlindarinnar, ríkisins. Þá var lagt til að hluti fiskveiðiréttarins yrði tekinn til ráðstöfunar í byggðarlegum, félagslegum og atvinnulegum tilgangi, ekki síst í minni sjávarbyggðum. Að þessu voru meðal hagsmunasamtök sem alla tíð hafa andmælt slíku tilbúin að standa. Höfum eitt í huga. Markmið með starfinu var að skapa sátt hagkvæmt fiskveiðistjórnarkerfi. Það vitaskuld tómt mál að tala sátt nema þeir aðilar sem innan sjávarútvegsins starfi séu sæmilega sáttir við niðurstöðuna. Sátt í sjávarútvegsmálum verður ekki nema orðin tóm nema það sé sátt við sjávarútveginn sjálfan. Sem betur fer mörg tækifæri til staðar í okkar þjóðfélagi, en ríkisstjórnin hefur því miður komið í veg fyrir að atvinnulífið gæti nýtt þau. Það blasir til dæmis við að öll rök mæla með því að auka nú aflaheimildir einmitt núna þegar þjóðfélagið okkar vantar bæði atvinnu og gjaldeyri. Við sjáum það núna í nýjum mælingum frá Hafrannsóknastofnun að þorskstofninn enn á uppleið og þess vegna mælir allt með aukinni veiði. En innbyrðis ágreiningur stjórnarliða kemur í veg fyrir það og enginn sem starfar í sjávarútvegi skilur af hverju tækifæri ekki sé nýtt einmitt núna til þess að auka aflaheimildir í stað þess að binda alla báta, skella í lás í fiskvinnslufyrirtækjunum og senda starfsfólkið á atvinnuleysisbætur og það gjörsamlega á óþörfu.
Þarna sjáum við eitt dæmið hvernig sundurlyndið að skaða þjóðfélagið og ekki síst fólkið í sjávarbyggðunum. Virðulegi forseti, eitt af mestu ógæfusporum meirihluta háttvirts Alþingis á þessu þingi þegar að Alþingi ákvað að halda þessi pólitísku réttarhöld yfir fyrrverandi forsætisráðherra landsins, Geir H. Haarde. Alþingi, að mínu mati, með framkomu sinni, beið þar ævarandi skömm sem þjóðin mun aldrei gleyma. Og það mun líka fylgja hér nokkrum háttvirtum þingmönnum hvernig þeir höguðu sér í atkvæðagreiðslunni. Sú skömm mun aldrei af þeim falla, aldrei. Virðulegi forseti, hæstv. Fjármálaráðherra fór hér mikinn áðan og talaði þann árangur sem náðst hefur í ríkisfjármálunum. En hvernig hefur ríkisstjórnin náð og meirihluti hennar árangur í ríkisfjármálunum? Hefur ríkisstjórnin farið í atvinnuuppbyggingu og skapað störf, minnkað atvinnuleysi? Nei, það hefur hæstv. Ríkisstjórnin ekki gert. Það sem hæstv. Ríkisstjórnin hefur gert hér að skattpína fjölskyldurnar og heimilin og fyrirtækin í landinu alveg í drep. Það glæsileg afrek. Og virðulegi forseti, mér finnst nú að margir hver hæstv. Ráðherrar og háttvirtir þingmenn ættu nú að hætta að líta á það sem afrek að setja hér fjölskyldurnar og heimilin og fyrirtækin á vonarvöl til þess að halda því fram að það hefur náðst mikil árangur í ríkisfjármálum. Nær hefði verið ef að hæstv. Ríkisstjórn og stjórnarmeirihlutin hefði farið að skapa hér vinnu og gefið heimilunum von til þess að geta sér og sjálfum farborða. Þannig að væri það einhver vonin í framtíðina. En það verður ekki því miður, virðulegi forseti, meðan að þessir verklausa, handónýta kommúnistastjórn situr að völdum. Þess vegna mjög mikilvægt að strax verði boðað til kosninga og þessu fólki komið fram frá sem hefur ekkert gert nema að þvælast fyrir eðlilegri atvinnuuppbyggingu og starfsemi hér í landinu.